Ég heiti Aðalbjörg Egilsdóttir og ég er frá Mávavatni í Reykhólahreppi og ég ætla að segja ykkur söguna frá kökukeflinu frá huldukonunni. Það var langamma mín, hún Kristín Þorsteinsdóttir, sem átti keflið og hún var frá Skagafirði og það var sonur hennar sem kom í Reykhólahrepp sem vinnumaður og varð svo seinni maður Steinunnar Hjálmarsdóttur. Og þau eignuðust 2 börn, hana Kristínu Ingibjörgu og Sigurgeir Tómasson sem er var afi minn. Og eftir því sem mér var sagt þá gaf ókunnug kona henni keflið í draumi og sagan segir að hún hafi verið huldukona. Sagði hún Kristínu hvar keflið væri að finna og að það fylgdi svo gæfa að aldrei yrði sultur í búi þess sem keflið ætti. Og eins og heyrist þá hringlar aðeins í keflinu og maður má samt ekki láta forvitnina buga sig, því ef keflið er opnað þá mun gæfan sem fylgir því glatast og keflið verða gagnslaust. En keflið hefur verið notað mikið á öllum þeim bæjum sem það hefur verið á og Kristín Ingibjörg, frænka mín, og ömmubarn hennar fyrsta eigandans, hún sagði mér að hún muni vel eftir ömmu sinni, fyrsta eiganda keflisins, nota keflið við að fletja út flatbrauð og svo bakaði hún flatbrauðið á hlóðum. Og heima hjá mér á Mávavatni er það notað til þess að gera pítsadeig og ég veit ekki hvort ég kunni að fletja út deig án þessa keflis. Takk fyrir mig.